Hannesar saga Grásteins, 16. bók, Nýi kettlingurinn, eftir Guðrúnu Kristínu Magnúsdóttur. Hannesar saga Grásteins, 16. bók, Nýi kettlingurinn. Treyju kettir, norræn menning. Við lesum myndir, við lesum stuttan texta, við lesum langa sögu. Það töluvert starf fyrir einn kött að eiga 4 eigendur og þurfa að svæfa þá alla. Oft allmikið karp hver megi sofna með Hannes fyrstur það kvöldið. Þú fékkst að hafa hann í allt gærkvöld, nú má ég. Ég má. Nei, ég má núna. Ég má. Þetta verður til þess að Kristín fær sér kettling. Hann undan Marí. Hann kátur, mjúkur og forvitin kjáni, eins og kettlingar eiga jú að vera. Ný kisa. Við kvíðum fyrir því hvernig Hannes Grásteinn muni taka þessu. Minnug þess Elri Gúli, stóri bróðir Hannesar, flutti að heiman við komu 9 kettlingana. En Hannes ekki lengi að finna það á lyktinni að aðskotadýr komið í húsið. Kettlingurinn atast í hverju sem fyrir verður með sleitulausum fíflalátum. Hér það hornið á rekkjuvoðin hennar Kristínar. Villingur. Hannes leggur kollhúfur. Ekki nóg með að þetta ljótt, vitlaust og að vond lykt af því, heldur virðumst við, sem eigum Hannes, heimsins besta kött, láta viðgangast að þessi hræða sé á heimilinu. Ekki fara. Við gælum við Hannes, en hann strunsar fram að útidyrum. Stolt hans sært. Við reynum að sleikja úr honum. Í marga daga höfum við gætur á honum þegar hann fær að fara út. Við erum sífellt að reyna að sýna Hannesi að okkur þykir ofsalega vænt hann. Villingurinn lokaður inni í Kristínarherbergi með fisk og mjólk og auðvitað dall með sæi í. Tæta, tæta, tæta. Hann svart bröndóttur eins og surtarbrandur var. Hann hlýtur nafnið Surtur. Hannes gengur oft þefandi fram hjá herberginu, þungbúinn á svip. Eftir marga daga fer Hannes að jafna sig á þessari óvæntu ógnun við veldi hans. Hann gægist gætilega inn í herbergið sem óvætturinn litla hefur aðsetur í. Dæmalaus ólykt af þessu. Hannes fitjar upp á trínið af andúð. Hannes fer inn. Hann þykist þó ekki sjá Surt, sem skýtur upp krippu og hendist gólfið með ofleiknum kettlingatilburðum og fíflalátum. Hannes gerir sér lítið fyrir og etur allan Surtsfiskinn og lepur alla mjólkina hans á eftir. Skárra það nú dekrið, allt beinlaust, bara allir bestu bitarnir handa þessu. Hann þykist nú hafa gert það gott. Hannes étur fisk Surts. Sýnir Surti algjöra fyrirlitningu með því að virða hann ekki viðlits. Þvær sér trínið eftir matinn. Hins vegar þykir Surti mjög gaman að fá heimsóknina. Sérstaklega þetta stóra gula skott sem gengur fram og aftur. Surtur leiksjúkur fjörkálfur. Hann tekur undir sig stökk og flýgur á gula skottið. Surtur sér gula skottið. Hannes kippist við og rökklast fram á gang. Þessu átti hann ekki von á
og það inni á hans eigin heimili. Nú þykir Surti litla ennþá meira gaman og stekkur á eftir gula skottinu fram á gang. Hann ætlar að ráðast á skottið aftur. Þetta er fjör. Hannesi brá. Það er sama hvert Hannes flýr. Hann losnar ekki við þennan ófögnuð. Með óhnitmiðuðum hreyfingum sínum gerir Surtur hverja árásartilraunina á fætur annari. Þetta er í eina skiptið á ævinni sem Hannes flýr með skottið á milli fótanna. Hannes á flótta. Allt í einu snýst Hannes til varnar. Við erum smeykum að Hannes sé reiður í alvöru og gangi af Surti dauðum. En Hannes skynjar að algjör óþarfi er að taka á kröftunum. Þetta veltur koll nærri því af sjálfu sér. Surtur í kút. Hryggðar myndi að sjá þetta. Þetta getur nú varla kallast köttur, þessi hrúa. Það er augljóst, góði minn, að einhver þarf að kenna þér að hegða þér á kattsæmandi hátt. Þú ert alls kattakins ósómi. Eitthvað virðist Hannesi finnast lyktin af þessu hafa skánað síðan það kom hinga fyrst. Þetta er eitthvað efnilegra, litla fífl. Hannes kennir Surti. Okkur léttir til muna við sjáum að Hannes er aðeins að gefa Surti litla smá kennslustund í kattaáflógum. Hannes er einn reyndasti högni bæjarins. Hann sér að mömmu Surts hefur alveg láðust að kenna honum áflógalistina. Kettlingur, sem tekin er frá mömmu sinni og hefur engan annan kettling til að tuskast við, er illa settur. Á endanum er Surtur orðin gersamlega uppgefin. En þá tekur ekki betra við. Hannes er ekki alveg nógu ánægður með lyktina af þessu ennþá og tekur því til við að þvo því rækilega. Surtur verður að sætta sig við þvottinn, því Hannes heldur honum föstum með sínum þunga hrammi. Hannes þvær Surti. Nú vitum við að Hannes er búinn að sætta sig við að við höfum annan kött. Feginn verður Surtur þegar þessum þvotti er lokið. Uppgefinn sofnar hann vært. Þegar fiskpakkin kemur heim á eldhúsgólf, ætlar Surtur heldur betur að bjarga sér sjálfur. Hann veður í fiskinn og ætlar að byrja að rífa í sig með klóm og kjafti. Lyktin er spennandi. En Hannes hefur hugsað sér að ala þetta kríli upp í sæmilegum siðum. Urrandi og óárennilegur leggst Hannes á fiskpakkan. Surtur kemst þar hvergi nærri. Vel upp alinn köttur nagar ekki miðjuna úr fiskinum. Það á að bíða þar til búið er að verka fiskingóði. Sjá bók 11. Nei, góði. Þegar Hannes fær svo hráa bitan sinn, rífur hann í sig. Í hvert skipti sem Surtur reynir að nálgast bitan, hvæsir Hannes. Svo urrar hann á meðan hann étur. Surtur þarf að læra hver er höfðinginn í þessu húsi. Hannes urrar. Rándýrin hafa hvassar tennur og sterka kjálka. Þegar Hannes hefur etið fylli sína, teygir hann sig asalust og sleikir útum. Nú er best að fara að kenna Surti nafni sitt. Surt, 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 segjum við. Og hann kemur í loftkostum. Surt, surt, surt. Nú fær Surtur að éta. Kvöldið á Surtur að læra starfið sitt,
að svæfa börn. En til þess var hann jú fenginn. En nú eru kettir einu sinni þannig gerðir að þeir vilja helst fara að leika sér á kvöldin, þegar mannabörnin eiga að fara að ganga til náða. Þegar Kristín ætlar að láta Surt sofna hjá sér, hasarleikur í honum. Ekki má hún hreyfa svo mikið sem stóru tá undir sænginni, að Surtur sé ekki stokkin á hana með beittar klær sínar úti. Hasar í Surti. Alls ekki borga sig að reyna að halda ketti með kröftunum. Það er til miklu betra ráð. Búa til bréfmús í bandi, leika við kettlingin þar til hann verður þreyttur og er til í að hvíla sig. Endilega þarf að leyfa kettlingnum að ná henni stundum og hreyfa hana þá örlítið. Bréfmúsar leikur. Surtur æsist svo mikið við leikinn að hann stekkur upp á stól, þaðan upp á borð, kemur auga á sykurkarið, spænir öllum sykrinum út allt á nokkrum sekúndum. Áður en nokkrum manni tekst að átta sig, er hann stokkinn ofan og skellir rjómakönnunu koll leið. Sykur. Ekki þarf mjög lengi að leika við lítinn kettling til þess að gera hann þreyttan. Hann er í lokin úrvinda, mjög ánægður með að byrja í vinnunni. Hann malar hátt og lengi. Þægilegt starf að vera matvinungur á þennan hátt. Þau sofa. Hér endar 16. bók. Þið munið að Hannesar saga er sanna viðburði á kattarævi. Hannesar saga Grásteins 20 bækur eftir Guðrúnu Kristínu. Fyrsta bók Branda skottlausa amma Hannesar Grásteins. Önnur bók Branda Bröndudóttir og synir hennar Hafri og Elri Gúli. Þriðja bók Hafri fer sér að voða, Elra Gúla leiðist. Fjórða bók Hannes Grásteinn og Surtabrandur. Fimmta bók Kettlingur stólið. Sjötta bók Það eina sem er kátara en kátur kettlingur er kátir kettlingar. Sjöunda bók Hannes Grásteinn hverfur að heiman. Áttunda bók Hannes Grásteinn villuköttur á skrifstofu í Vesturbænum. Níunda bók Surtarbrandur fer sér að voða. Tíunda bók Hannes veiðikló. 11. bók Hefur kötturinn 9 líf? 12. bók Hannes flytur í nýtt hverfi. 13. bók Fleiri viðburðir. Börn kvekkja Hannes. Hannes kvekkir stara. 14. bók Milli. 15. bók Snjótellingaveiðar. 16. bók Nýji kettlingurinn. 17. bók Vor í lofti. 18. bók Hannes fyrir sveit. 19. bók Hvolparnir. 20. bók Dánartilkynning. Þið munið að Hannesar saga er sanna viðburði á kattarævi. Útgefandi Freyjugetti Norræn menning. Hannesar saga Grásteins, 20 skemmtilega bækur, yndisleg, sönn, viðburðarík saga. Má.